þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín í sófann eru komnir fleiri gestir sem eru á leiðin á Siglufjörð að spila og syngja. Það eru þau Vala og Dimitri. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Þú ert söngkona og þú ert gítarleikari og saman eru þið búin að æfa prógram. Voruð þið fyrra á listasömri, sögðu þeir mér, hérna á Akureyri. Já, exakt. Og ætlið þið núna að fara og flytja einhver lög þarna á Siglufirði á brugghúsinu. Já, ekki rétt. Hvenær eru tónleikarnir ykkar? Þeir eru á föstudaginn á klukkan 11. Já, ok. Þegar þátturinn fyrir loftin þá verða þeir liðnir. En eru svo einhverju fleiri tónleikar framöndan hjá ykkur? Nei, 11 sko kvöldi. Kvöldi? Já. Já. Seinustu tónleikar. Þannig að þeir sem sjá þennan þátt geta brunað á okkur. Já. Þeir eru ekki 11 morgunin. Nei. Gott. Og hvernig lög hafið þið verið að syngja og spila? Er það? Mest lög eftir mig. Já. Bara sem við höfum síðan útsett saman. Hann hefur gefið þannig að þú ert ekkert bara söngkona, þú ert bara tónskáld. Já. Hún að semja. Sem mjög skemmtileg líka fyrir mig að reyna að spila eitthvað öðruvísi, eitthvað sem hún að gera, eitthvað svona nýtt. Þetta mjög gaman. Við ætlum að fá einmitt sýnishorn á eftir, en fyrst langar mig aðeins að rekja úr ykkur gatnirnar meira. Dimitri, þú ert frá Grikklandi. Jú. Hvað dróð þig til Íslands? Sko, í byrjunni vinna. Að vinna. Það var bjóð frá vinur minn til að vinna í Hófi, tónlistarskólan Akureyri. Já, kenna á gítar. Já, kenna á gítar. Já. Og nú koma í kringum 8 ár sem ég bý hér. Já. Ertu ánægður hérna? Jú, mjög ánægður. Engin heimþrá? Það var erfitt í byrjunni. Fyrsti og annar ár, en nú miklu léttara fyrir mig. Já. Og þú átt konu, hún ekki íslensk? Nei, hún frá Kúbu. Já. Kynntust þið hér eða? Nei, í Kúbu. Við hittum þarna og við giftum þarna, en sonurinn okkar fæðist hér. Já. Hvað er hann gamall? Hann 2 ára gamall. Já. Frábært. En Vala, þú býrð í Reykjavík, en hefur tengingu hingað norður? Við þurfum alltaf aðeins að tengja fólk norður. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Kærasti minn frá Hrísey og þannig að tengdaforeldrar mínir búa þar og amma hans. Já. Þannig að þú kíkir stundum hérna norður og til Hríseyjar. Já. Og í fyrra sumar voruð þið hérna heilt sumar. Já. Þá náðu þið að æfa prógram. Já. Og hvað, ertu að vinna fyrir þér sem tónskáld og söngkona? Ég að kenna í Valdorfskólanum í Lækjarbotnum, meðal annars tónlist. Já. Og ég bara svona stíga fyrstu skrefin í átt að því að fara að vinna sem söngkona. Já, maður verður ofta að hafa eitthvað svona tryggt á kantinu með. Já, algjörlega, með maður að byrja. Skipta sér upp og skipuleggja sér vel. Nákvæmlega. Og hvernig lög ertu að semja? Er þetta að lýsa? Mér finnst alltaf svolítið erfitt að lýsa þeim. Já, ég skil það. En sko, líka því að þau eru ennþá bara svona svolítið fljótandi. Já. Af því að ég bara búin að vinna með Dimitri í rauninni. Já. Þannig að þegar ég sem þau, þá eru þetta bara textar og laglínur og hljómar. Svo kemur hann og spila gítarinn, þannig að það gefur því eitthvað líf. Þannig að þá verður það að einhverjum stíl. En síðan ég núna til dæmis að taka upp eitt lag í stúdíói með Stefáni Erni og þá þetta svona, þú veist, þá erum við með bara syntha og beat og eitthvað svona og þá verður þetta svona poplag, skilurðu. En það er einhvern veginn allt annað þegar við vinnum saman. Já. Það helgast svolítið að hljóðfærunum og einmitt kannski upprunanum eða. Já. Þannig að þú svo svona gæti farið út í allar áttir. Getur þú frekar skilgreint hennar tónlist? Þér auðvitað? Sko, eitthvað á milli pop og jazzy, eitthvað á milli. Hér og þar, ekkert sérstak. Þannig að hún gæti farið í allar áttir með þetta? Já, bara quite persónulegt, ég gæti segja. Þegar hún að semja, eitthvað sem hún að byggja smátt og smátt og saman, það kemur sérstak liti. En það gæti breytast eins og hún sagði. Þetta gæti endað í einhverju þungarokki, eða hvað? Sko það eitt lag sem ég samdi, sem ég var að æfa með hljómsveit og strákarnir sem voru að spila með mér, þeir sögðu það myndi sig á Queen, sem er náttúrulega ekki þungarokk, en þú veist, ég var alveg bara, já, ok, ég heyrði það ekki þannig fyrir mér, það var svolítið skemmtilegt.
gaman hvað tónlist það væri hægt að gera alls konar, sko. Þú getur greinilega farið í allar áttir. Vil ég segja okkur eitthvað lagið sem þið ætlaði að flytja hérna eftir? Þú samdir það og ert að fara að taka það upp í stúdíó. Já. Nei, við erum bara að vinna í því. Þannig að vonandi fyrir að klárast og við getum bara senda það út í heiminn. Það heitir Possibilities og þetta er eiginlega nýjasta lagið sem ég samdi. Það er eitt í vinnslu núna, samt svolítið síðan ég samdi það. Og þú veist, lögin mín er eiginlega öll, þú veist, kannski það sem að segir svolítið stílinn í lögunum mínum þú veist, að eins og hún segir, þetta mjög persónulegt. Þetta er næstu því sem ég sé bara að, þú veist, syngja upp úr dagbókinu. Já, ég skil. Ég er bara svona að segja mína reynslu af lífinu einhvern veginn. Og þetta lag er bara, þetta er bara svolítið næstu því smá svona eins og ævisaga, þú veist, bara í svona mjög, þú veist, búið að tróða því saman mjög lítið. Getur þú stiklað hans á innihaldinu, þá getur þú fengið ævisöguna þeirra líka. Já. Sem sagt, þú veist, fyrstu 2 erindin þá er ég að tala bardnæskuna og hvað ég man eftir að ég var svo frjáls og hamingjusöm og bara allt svo auðvelt einhvern veginn. Og þú veist, maður ekki að flækja hlutina, þú veist, maður þurfti ekki að finna, þú veist, ef maður var leiður þá þurfti maður ekki að finna eitthvað til að laga það. Nei, það lagaðist það sjálfur. Það var bara allt í lagi einhvern veginn, já, og svo bara var maður glaður aftur. Og svo, næstu 2 erindi eru unglingsárin, þegar allt var svolítið flóknara og maður, þú veist, var svona óöruggur með sjálfa sig og maður fór að þykjast vera einhver sem maður var ekki, kannski, til að svona fitta inn og eitthvað svona. Og svo eru seinustu 2 erindin fullorðinsárin og þá hvernig, þú veist, ég var svolítið svona týnd fyrst einhvern veginn og bara eftir að hafa upplifað ýmislegt ævina, þú veist, að vera svolítið svona, ekki vita alveg hver ég var og ennþá svolítið að þykjast og fela mig. Og síðan seinasta erindi þá er ég að tala þegar ég fann einhvern veginn sjálf mig og þú veist, byrjaði að þora að vera ég sjálf. Og að ég aftur núna finn fyrir svona gleði og sama frelsin eins og í æsku kannski. Já, og nafnið kemur úr viðlaginu, það sem ég er að tala Possibilities, að þú veist, þegar ég var lítil þá var lífið bara full of possibilities, en svo í dag þá finn ég ennþá að lífið er full of possibilities. Það er magna. Það er komið aftur. Þetta er frábært. Heyrðu, ég hlakka til að fá að heyra lagið. Kærar þakkir fyrir komuna í þáttinn og gangi ykkur vel á Siglufirði. Takk. Og þannig endum við þáttinn í dag. Kærar þakkir fyrir að horfa og sjáumst að viku liðinni.
wanted them to think I was cool. I remember when life was simple and full of possibilities. And I remember being little and not doubting my abilities. I remember growing up but never really growing up. The scars from my past casting a shadow on my life. And even though I tried to hide behind my makeup, behind it I was hurting, knowing it was not right. I remember learning to accept my here and now and take responsibility for my own life, choosing what's okay and what not to allow. Just like when I was little, I truly feel alive. And I'm reclaiming my ability to take responsibility. And I'm recalling that life is simply full of possibilities, full of possibilities, full of possibilities.